Góðan daginn, ég heiti Ditti og ég ætla að tala aðeins um fráfæru og flokkun í holdagriparækt. Það er góð regla að venja undan við 6 mánaða aldur. Þá eru flestar kýrnar farnar að mjólka lítið eða búnar að geldast upp og fóðurþörf kalfa og kýr eru ólíkar. Við þurfum að reyna að fullnýta vaxtargetu kalfanna og á sama tíma tryggja að kýrnar leggja ekki of mikið af. Því getur verið hagkvæmara að skipta kálfum og kúm upp. Með því að venja undan við 6 mánaða aldur má líka minnka líkuna á snemþroska nautkálfa kelfi. Það er þó ekki alltaf hægt að koma í veg fyrir og í þeim tilfellum getur verið góður kostur að sprauta úr kvigum. Erlendis eru sumir bændur farnir að stunda snemma fráfæru þar sem kálfar eru vandir undan við 4 til 5 mánaða aldur. En það getur verið góður kostur að venja snemma undan ef lítið er gras og kýrnar farnar að leggja mikið af. Þá er mikilvægt að kálfarnir séu farnir að éta vel af kjarnfóðri og gróffóðri sem þau eiga að fá eftir fráfæru og kálfarnir þurfa þá alltaf fyrir fráfæru og eftir fráfæru að hafa gott aðgengi að góðu kálfafóðri á úrvalshey. Rannsóknir sýna að fráfæru eru streituvaldandi fyrir kálfa. Það er mikið búið að rannsaka 2 fasa fráfæru en það eru eitthvað misræmi í niðurstöðum. Helst hefur verið notað nasahring eða hólfaskipting og með því að nota nasahring verður aðgengi að mjólk tekið af kálfunum en þeir hafa óheft samskipti við kúna. Sumar niðurstöður segja að það hefur jákvæð áhrif á vöxt, sumar niðurstöður segja að það hefur neikvæð áhrif á vöxt miðað við hefðbundna fráfæru. Það virðist valda ákveðna streitu að móðirin neita þá að sjúga. Með hólfaskipting er átt við að kálfurinn er tekið undan kúna en þau geta haft samskipti yfir girðingu. Það myndi nú kannski sumir bændur segja að það er ekki geranlegt því að gripirnir myndi þá bara hlaupa niður girðinguna og það getur alveg verið. Báðir aðferðir minnka streituna hér og nú en það má ræða það hvort að streitan lengist þar sem þeir verða fyrir breytingar tvísvar. Önnur leið getur verið að venja kálfum á kjarnfóður og hey fyrir fráfæru og ætti það fóðurfræðilega séð alltaf að eiga við. Ef kálfarnir eru farnir að éta vel af fóðri sem þau eiga að fá eftir fráfæru, þá er fóðurbreytingin sjálfsagt minni. Þá getur líka verið gott að hafa kálfum með kúm í umhverfinu þar sem þau eiga að fara eftir fráfæru. En það getur hins vegar verið erfitt í stígveldi þar sem fæstir hafa pláss fyrir alla gripina. Þegar hjörðin er sótt í haga og kemur inn í flokkun er öryggið aðalatriðið. Þá er æskilegt að hafa aðgengi að góða rétt eða annað aðhald þar sem er hægt að flokka á öruggan hátt. Réttin getur verið staðbundin nálægt gripahúsi þannig að það er auðvelt að koma kálfanum inn. En það getur líka verið færanleg rétt eða staðbundin rétt út í hólfi þar sem kálfarnir eru sóttir á kerru. Gamla kýr ætti að þekkja þetta og vísa leiðina fyrir yngri kynslóðina. En að mínu mati er tamning gripa mjög nauðsynleg. Það sem tamdir gripir eða gripir sem eru vanir umgengni eykur öryggið. Þá þarf aðstæðan að bjóða upp á auðvelda flokkun eins og á myndinni hér. Þá er til dæmis svona gangur þar sem kýrnar á að hlaupa inn og kálfarnir hlaupa hérna undir slána inn í annan rétt. Það er í eðli kálfa að forðast manninn þannig að þau mynda alltaf velja að fara sem lengst frá manninn. En það getur verið að þessi lausn hentar ekki þá sem eru mjög stykka kýr að því öryggið þarf alltaf að standa upp úr. Eftir fráfæru er tilvalið að flokka kálfahópinn eftir kyni og stærð. Með því að setja þá minni saman má betur mæta þörf þeirra og tryggja að þau verða ekki lögð í einelti. Í minni hjörðum er það kannski ekki raunverulegt að flokka eftir stærð og þá verður bara að hafa það.
Eins gott að flokka eftir framtíðarnotkun þannig að naut sem koma til greina til ásetnings eru saman í stíu og kvíur til ásetnings eru saman. Þá auðvelt að fara inn í hópinn og flokka seinna þegar endanlega úrvalið á sér stað. Það má í rauninni segja að fyrsta val á ásetningsgripum á sér stað við flokkun. Þá mælt með að vigta alla kálfa við fráfæru en það segja okkur mikið móðeinleika kúna eins og til dæmis mjólkurlæknir og eru þetta upplýsingar sem nýtist okkur mjög vel í ræktunina. Það sem ekki hægt að vigta getur verið nóg að meta þroska og stærð kálfa og skrá það niður hjá sér. Þá alltaf gott að skoða vaxtarlag kálfa og gá hvort að fæturnar séu í lagi og svo ætti ávallt alltaf að velja mann í gripir frá. Eftir fráfæru þurfum við að hugsa vel kálfana og kvíguna eiga að hafa frjálst aðgengi að gróffóðri og góður kostur að gefa þeim hálft kíló til heilt kíló kjarnfóður á gríp á dag. En nautkálfana hafa aðeins meira vaxtargetu en kvígunar og eiga þau að fá besta gróffóðri búsins. Það gæti verið fíngert, þurrt hey og síðan 1-2 kíló kjarnfóður á gríp á dag. Það nauðsynlegt að kálfanir hafa aðgang af vítamín og steinefni allan tíman og sérstaklega nautin sem að vaxa mjög hratt hafa þörf fyrir steinefni og vítamín. En við þurfum líka að hugsa kýrnar eftir flokkun og það getur verið mjög gott að flokka þær í aldur og hold eða eftir aldur og hold. Holdlitla kýr má setja saman með fengnum kvígum til að tryggja að þær fá aðeins betra fóður en kýrnar sem eru í góðum holdum og svo getur verið gott að halda aðeins í þær sem eru feitastar þannig að þær lenda meðal annars ekki í burðarerfiðleikum vegna offitu. Þegar hjörðin nú þegar komin saman og heim þá getur verið gott að venja sig á að rýja loðna kálfa en það skilar hreinni kálfar. Einnig getur verið gott að senda kýrnar í klaufskurð og tilvalið að raka úr eyrum á kúm til að eyrnamerkin verði sýnilegri eða setja ný merki í þær kýr sem hafa týnt sínu. Þá góð regla að fangskoða kýrnar á sama tíma og kýr sem eru ofgeldar borga sig frekar að farga. Þá þarf að hafa bak við eyrað að dætur og synir þeirra geta einnig átt frjósemisvandamál og því þurfti að forðast að setja þau í ræktun. Að lokum langar mig að segja að það ekki til ein rétt lausn á fráfæru og flokkun. Það sem henta að virka hjá Jóni kannski ekki það sem henta hjá Hannesi. Takk fyrir áheyrnina.